Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 5. júní 2024 klukkan 16:35. Þetta 852. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Einn varabæjarfulltrúi situr fundinn í dag, það Hilmar Stefánsson í stað Jönu Katrínar Knútsdóttur, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og einn bæjarfulltrúi rétt og kominn, en að öðru leyti sitja allir aðalbæjarfulltrúar fundinn hér í dag. Á boðaðri dagskrá eru 9 mál, en í upphafi liggja hér fyrir óskir að taka á dagskrá 2 mál með afbrigðum. Það fundargerð 279. fundar íþrótta- og tómstundarnefndar Mosfellsbæjar sem fram fór í gær þann 4. júní og sem kæmi þá inn sem mál númer 6 á dagskrá þessa fundar. Og hins vegar óskað eftir að taka á dagskrá málið kosningu í nefndir og ráð sem þá dagskrármál númer 7. Og önnur dagskrármál færast þá þar af leiðandi aftur sem því nemur. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja að taka þessi 2 mál á dagskrá að gefa merki með handauppréttingu og það eru 10 hendur og afbrigðin samþykkt. Takk fyrir það. Þá liggja fyrir fundinum í dag 11 mál. Þar af eru 6 fundargerðir til afgreiðslu, 2 almenn erindi og loks 3 fundargerðir til kynningar. Og fyrst á dagskrá fundargerð 1627. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að geta staðfest fundargerð 1627. fundar bæjarráðs vinsamlegast að gefa merkið. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá það annað mál á dagskrá. Það fundargerð 1627. fundar bæjarráðs og fundargerðin opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs hana. Þá tökum við þá fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 627. fundar bæjarráðs með gefa merki. Það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá það 3. mál á dagskrá sem fundargerð 20. fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar og þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og aðrir góðir bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 3.1, kannanir 2024 eða þjónustukönnun heimaþjónustunnar. Ég vil bara byrja á að segja að við fögnum því að komið sé niðurstaða úr könnun hvernig notendum finnst heimaþjónustan hér í Mosfellsbæ vera. Heilt yfir kemur þessi könnun vel út og mikilvægt að starfsmenn heimaþjónustan fái upplýsingar hvað þeim hælt fyrir margt. Ég veit að það á að gera það og jafnvel kannski bara búið að gera það, en það alltaf gott að láta vita þegar gott gert. Markmið könnunar einmitt að kanna upplifun og viðhorf 67 ára og eldri notenda hér í heimaþjónustu Mosfellsbæjar sem framkvæmir fyrir okkur. Og einnig voru notendur spurðir viðhorf til félagsstarfsins og húsnæðismál. Það eru 165 einstaklingar, 67 ára eldri, sem nýta sér heimaþjónustu hér í Mosfellsbæ og var svarhlutfallið 72% frá þeim og það verður eiginlega bara frá þeim sem verður eiginlega bara að teljast nokkuð gott. Ég vil sérstaklega koma á framfæri þökkum til skrifstofu umbóta og þróunar ásamt starfsfólkinu eða stelpunum eins og við segjum alltaf á skrifstofunni eða í móttökunni, þjónustuverin okkar og starfsfólki velferðarsvið sem sá og hjálpaðist að gera þessa könnun og framkvæma hana.
það líka einkar ánægjulegt að sjá að öll þessi jákvæðu ummæli notenda varðandi þá aðstoð sem þau eru að þiggja, en einnig komu ábendingar hvað mætti betur fara varðandi þjónustuna. Þær athugasemdir eru líka góðar og gagnlegar fyrir bæjaryfirvöld og okkur, sem sagt, og munum við án efa nýta þær án efa í áframhaldandi uppbyggingu heimaþjónustunnar hér í Mosfellsbæ. Þannig að ég bara vildi minna á hvað þetta gaman að sjá þetta og svo verður bara eigum við þessi gögn og það hægt að vinna áfram með það. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, þá það bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama lið og mér langaði líka að fá að nefna þessa skýrslu því að mér fannst hún var góð, hún var skýr og uppsetningin bara mjög fín og það sem ég fannst gott að sjá var það hvað starfsfólki lagði mikið á sig að ná til fólksins. Það var reyndar allar mögulega leiðir og það ekkert alltaf þannig. Þannig mér fannst það var svona alveg eftirbreytni fyrir starfsfólki okkar. Þessi heimaþjónusta náttúrulega, hún oft svolítið viðkvæm í umræðunni þegar maður með gamalt fólk. Því fólk upplifir stundum að missa ákveðið sjálfstæði. En það svona svo gott að sjá svona hvernig fólk með talaði, fólk talaði vel þetta. Það var svolítið erfitt í fyrstu, en svo var þetta bara, kunni fólk að meta þetta. Og mér finnst það svo gott að sjá það. Það það sem kannski maður svona, aðeins velti fyrir mér, en sem ég held að sé bara margar ástæður fyrir, það félagsstarfið. Þar sem 60% svarenda sögðust ekki sækja félagsstarfið og fyrir því eru margar ástæður og það kom fram á fundinum að þeir sem búa Eirheimurum þeir hafa kannski minni þörf fyrir að fara eitthvað og leita sér félagskapar þeir fá hann bara jafnvel fram á gangi. Þannig að þetta var bara, við erum bara taka undir með bæjarfulltrúa, þetta er bara mjög áhugavert að sjá þarna þessa punkta sem við ætlum að taka. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég kem upp undir sama máli úr velferðarnefnd Mosfellsbæjar sem að var þessa ágætu könnun sem var gerð fyrir heimaþjónustuna. Það mjög gott að fá skýrslu sem þessa, könnun sem þessa, til þess að það sé hægt að rýna til gagns og gera betur og líka þá vitum við svona hvar við stöndum. Því oft þá eru svona einhverjar spekulasjónir hvernig staðan sé, en það mjög gott að vera með hana á hreinu hvernig hún og þá hægt að horfa á það og bregðast við sem þarf að bregðast við og eins og ég segi, rýna til gagns. Það sem vekur óneitanlega athygli mína hér það að þetta hér til umræðu í nefndinni og þá hér í bæjarstjórn, en síðan búið að setja þetta mál á dagskrá bæjarráðs í fyrramálið. Og það mjög sérstök stjórnsýsla að bæjarráð sé að fjalla mál sem búið að taka fyrir í nefnd og afgreiða í bæjarstjórn og svo þetta ekki fyrir í bæjarráð daginn eftir. Þannig að við ætlum að ræða málin þar og það aldrei að vita að maður koma einhverja góða tillögur hvað við að gera við þessa könnun, til dæmis að vísa henni til öldrunarráðs eða inn í einhverja aðra nefndir og svo framvegis til kynningar. En óneitanlega mjög sérstakt að bæjarráð sé að fjalla á morgun mál sem verið að klára hér í bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég tek undir bara hrós til starfsfólks á skrifstofu umbóta og þróunar fyrir framkvæmd þessarar könnunar og hversu mikil elja var í að ná í fólk og starfsfólki okkar í þjónustuverðinu hjálpaði mjög mikið til og svona á lokasprettinum voru fengnir einstaklingar af velferðarsviði til að hringja út svona síðustu símtölum vegna þess að það var lögð svo mikil áhersla á að reyna að ná til sem flestra. Nú, góð vísa aldrei of oft kveðin þannig að það kynning í bæjarráði í fyrramáli en ef að bæjarfulltrúar telja ekki þörf á því eða hafa einhverjar umræður málið þá styttum við óskum við bara eftir því að sviðsstjóri velferðarsviðs stytti mál sitt en
en markmiðið var að kynna þetta mál bæði í velferðarnefndinni. Þetta er ekki mál sem þarfnast afgreiðslu, þetta er ekki til samþykktar, þetta er til kynningar og þess vegna var ákveðið að fara með það inn í bæjarráðið. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli, við erum að endurskoða samninga við Eyr, það er bæjarráðsmál, við erum með innri endurskoðun í því og þess vegna er mjög mikilvægt að rýna þetta vel með þeim augum. Er eitthvað þarna sem við viljum að Eyr, að koma inn í samningin við Eyr og svo framvegis, þannig að málið á fullt erindi inn í bæjarráð í fyrramáli að mínu mati. Takk. Takk fyrir það bæjarstjóri, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði hennar og þá tökum við hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 20. fundar velferðarnefndar að gefa merki, það eru 11 hendur. Takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða máli á dagskrá sem er 71. fundur ungmennaráðs og það var eitt mál á dagskrá, já, þetta var fundur ungmennaráðs með bæjarstjórn og fundargerðin opin fyrir umræðu, annars bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem hér í pontu undir lið 4.1 á fundunum okkar hérna, fundur ungmennaráðs Mosfellsbæjar með bæjarstjórn. Sá fundur var haldinn í Fiskabúrinu í bókasafninu þann 29. maí síðastliðinn. Ég held ég mæli fyrir munn allra bæjarstjórna því ég segi að þessir árlegu fundir með ungmennaráði séu afar mikilvægir, gagnlegir og ánægjulegir. Á þessum fundum sem með bæjarstjórn setur ungmennaráðið mál á dagskrá sem ráðsliðar telja mikilvægt að ræða við kjörna fulltrúa. Ungmennaráðið kynnti fyrir okkur það öfluga starf, fyrirgefðu tala mín eitthvað hérna. Ungmennaráðið kynnti fyrir okkur það öfluga starf sem þau hafa unnið í vetur. Sem dæmi má nefna vinnu varðandi samfélagsmiðla ráðsins, því eins og þau segja þá er markmiðið með ungmennaráði að efla rödd barna og ungmenna í samfélaginu og kynna þeim starf ráðsins og til þess að það geti gerst þá þarf að nýta þá miðla sem unga fólki notar í sínu daglega lífi. Og inni á Instagram ungmennaráðsins til dæmis núna má skoða frábært kynningarmyndband ungmennaráði sem þau gerðu með góðri hjálp. Annað mjög áhugavert og þarft verkefni sem ungmennaráði kynnti á fundunum var vinna að handbók ráðsins. Markmiðið að svara þeim spurningum sem þau sjálf höfðu þegar þau settust í ungmennaráðið og þau vilja þannig auðvelda þeim sem eftir þeim koma að setja sig inn í hlutina. Handbókin ætlaði síðan að skrifa á barnvænu máli en ekki stofnanamáli til þess að auðvelda krökkum að kynna sér starfið. Ungmennaráðið lýsti ánægju sinni með að hafa verið kallað til varðandi vinnunni að barnvænu sveitarfélagi og þau nefndu sérstaklega þátttökuna í stýrihóp verkefnisins. Þau nefndu líka þátttöku í ráðstefnu ungmennaráða barnvænna sveitarfélaga sem haldið var í Hörpu og fjallaði loftslagsmál. Þau nefndu líka ánægju sína með fund með skipulagsfulltrúum aðalskipulag Mosfellsbæjar og ennfremur fund með leiðtoga upplýsingastjórnunar þar sem var farið með þeim yfir framtíðarsýn varmársvæðisins. Öflug þátttaka ungmennaráðs í innleiðingu barnvæns sveitarfélags afar mikilvæg fyrir sveitarfélagið sjálft og virkilega ánægjulegt að heyra af þeirra ánægju með þáttökuna. En ungmennaráðið heldur okkur í bæjarstjórn líka við efnið og þau spurðu krefjandi spurninga, meðal annars úrbætur í umferðaröryggismálum, úrbætur í strætóþjónustu og greiðslumátum fyrir strætóferðir. Og þau bentu okkur á að þau fannst ansi dýrt að þurfa að borga 315 krónur fyrir eina stutta innanbæjarferð. Þá var matur í skólum talsvert ræddur, skert aðgengi nemenda varðandi kaup á mat í íþróttahúsum og skólatíma. En ein frábærra hugmynda ungmennaráðsins að hafa nemendur með í ráðum við að útbúa matseðla til þess að auka ánægju með þann mat sem í boði í skólanum. Þetta held ég að skoða sérstaklega, finnst mér.
Enn eitt verkefni sem ég langar til að nefna hér er ungmennasería ungmennaráðs sem plönuð er í sumar í samstarfi við Vinnuskólann. Markmiðið með þessari ungmennaseríu sem er alfarið sköpunarverk ungmennaráðsins er að fá ungmenni og aðra íbúa sveitarfélagsins til þess að taka þátt í ýmsum þrautum og keppnum úti við í sumar og hafa það gaman saman. Ég er búin að stikla hérna stóri það sem að kom fram hjá ungmennaráðinu, en mér langar hérna að lokum að nefna enn eina frábæra hugmynd ungmennaráðs sem er að koma upp vali í skólunum sem undirbýr krakka til þess að taka þátt í lýðræðislegu starfi eins og starfi ungmennaráðs. Þar yrði samkvæmt þeirra tillögum meðal annars boðið upp á leiðtogaþjálfun og svo ýmislegt annað náttúrulega. Þetta þykir mér allavega að vera mjög spennandi hugmynd og sem verður vonandi skoðuð af fræðslusviði og skólunum alvarlega. Að síðustu, þetta var bara örstutt yfirferð bara til þess að gefa okkar fjölmörgu hlustendum innsýn í hvað ungmennaráðið okkar er öflugt og tekur starf sitt alvarlega. Þá vil ég bara ljúka þessu alveg hérna með því að þakka meðlimum ungmennaráðs og svo auðvitað aðstoða fólki þeirra fyrir frábæra vinnu í vetur og glæsilegan fund með bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð? Svo virðist ekki vera, en forseti tekur heilshugar undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa. Þetta er vissulega mjög mikilvægt að hafa öflugt ungmennaráð og með ánægjulegri fundum sem að forseti hefur setið síðan við hófum þetta kjörtímabil. En þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa fundargerð að gefa merki. Það eru 11 hendur á lofti, takk fyrir það, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. máli á dagskrá sem að er fundargerð 612. fundar skipulagsnefndar Mosfellsbæjar sem framfór 31. maí síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 612. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur, takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fyrra málinu sem við tókum hér inn með afbrigðum í upphafi fundar. Það er 7. mál á dagskrá. Það er beðið fundarhlé, við verðum í því.
Já, þá höldum við áfram þessum bæjarstjórnarfundi og við erum komin að 7. máli á dagskrá. Það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 279. fundur frá því í gær og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég kemur undir lið 6.3 reglur frístundaafgreiðslur og mér langar bara til að lýsa ánægju minni með þessa vinnu og það breytingar sem við verðum að leggja til. Mér finnst vinna sem búið að gera bara mjög góð og ég held að inn í samfélagið að fyrir okkur að geta sagt það að við sem að gera allt það besta fyrir börnin og í sumar eigi öll börn jafnan rétt á því að leita sér að sumarnámskeiðum óháð félagslegri stöðu og þá var það eiginlega besta held ég verkefni sem við skilum á okkur núna þessa dagana. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði hennar þannig að við tökum þá fundargerðin til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 279. fundar íþrótta- og tómstundanefndar að gefa merki. Já, það eru 11 hendur á lofti, samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá erum við komin að hinu málinu sem var tekið á dagskrá með afbrigðum hér í byrjun. Og nú tölvan eitthvað aðeins hérna að stríða mér. Já, það er kosningi nefndir og ráð og það er tillaga sérlista Viðreisnar breytingu á skipan varamanns í skipulagsnefnd og þar er lagt til að Ölver Karlsson taki sæti sem varamaður í skipulagsnefnd í stað Lovísu Jónsdóttur. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og tillagan skoðast þá samþykkt. Og þá erum við komin að 8. máli á dagskrá. Það eru reglur heiðursborgara Mosfellsbæjar og bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrir fundinum liggur tillaga að reglum heiðursborgara Mosfellsbæjar. Í Mosfellsbæ hafa 3 aðilar verið tilnefndir eða útnefndir heiðursborgarar hingað til og í hvers skipti hefur verið bókað sérstaklega það í bæjarstjórn en svona þetta eru fyrstu heildstæðu reglurnar sem liggja hér fyrir. Og í 1. grein kemur fram að bæjarstjórn sé heimilt með einróma samþykkt að útnefna sérstakan heiðursborgara Mosfellsbæjar. Í 2. grein kemur fram að við útnefningu heiðursborgara eigi að hafa hliðsjón af störfum viðkomandi aðila í þágu sveitarfélagsins eða afrekum í þágu lands og þjóðar. Horfa skal til þess að viðkomandi einstaklingur hafi haft veruleg jákvæð áhrif á samfélagið, störf og framganga hafi verið til fyrirmyndar og til eftirbreytni og að viðkomandi hafi stuðlað jákvæðri ímynd sveitarfélagsins. Og heiðursborgar getur þá verið núverandi og fyrrverandi íbúi Mosfellsbæjar. Í 3. grein kemur fram að heiðursborgari skuli útnefndur á sérstökum hátíðarviðburði og í 4. grein kemur fram að heiðursborgari fái viðurkenningarskjal til staðfestingar á nafnbótinu og á því skjali komi fram nafn viðkomandi, dagsetning fundar bæjarstjórnar og undirritun allra bæjarstjórnar og bæjarstjóra og bæjarstjórn skuli heimilt að veita heiðursborgara sérstakt framlag við útnefninguna. Í 5. grein kemur fram að heiðursborgari hafa engar skyldur gagnvart Mosfellsbæ sem slíkur en í 7. grein þá kemur fram að Mosfellsbæjar hafi eftirtaldar skyldur gagnvart heiðursborgara. Hann býður viðkomandi til opinberra athafna og veislna á vegum sveitarfélagsins og heldur nafni heiðursborgara á lofti við tillýðileg tækifæri. Í 7. grein kemur fram að bæjarstjórn skuli halda lista yfir heiðursborgara og skrá hvenær þeir voru heiðraðir, hverjir sátu þá í bæjarstjórn og hvað lá til grundvallar heiðruninni og 8. grein fjallar þá gildistöku reglnanna verði þær samþykktar hér á fundinum. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð
ræðustjóri og þá opnum við fyrir umræður þessa tillögu að reglum heiðursborgara Mosfellsbæjar. Og Það beðið fundarhlé, við verðum við því.
og við höldum áfram þessum 852. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Við erum á 8. dagskrármáli sem eru reglur heiðursborgara Mosfellsbæjar og fyrir liggur tillaga að reglum heiðursborgara Mosfellsbæjar sem ég opna þá fyrir umræður ef einhver óskar eftir að taka til máls. Svo virðist ekki vera og þá ber ég upp til afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu að reglum heiðursborgara Mosfellsbæjar og bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessar reglur að gefa merki með handauppréttingu. Það eru 11 hendur og reglurnar eru samþykktar samhljóða. Takk fyrir það. Þá hér ósk að taka á mál með afbrigðum, mál sem myndi fá málsnúmeri 9 á dagskrá þessa fundar og málið þess eðlis að það krefst að við notum heimild sem með vísan til 1. málsgreinar 12. greinar samþykktar stjórn Mosfellsbæjar heimild bæjarstjórnar til að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum og þá óskar forseti eftir að umrætt mál verði tekið á dagskrá sem 9. mál og verði jafnframt rætt fyrir luktum dyrum með vísan til fyrrgreindar málsgreinar í samþykkt og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu forseta að gefa merki og það eru allar 11 hendur samþykkt samhljóða og þá gerum við hlé á útsendingu fundarins á meðan við tökum þetta mál fyrir.
Þá erum við aftur komin í sendingu, búið að opna að nýju þennan 852. fund bæjarstjórnar Mosfellsbæjar eftir að hafa afgreitt 9. dagskrármál og þá er komið að fundargerðum til kynningar og það er þá næsta mál á dagskrá 10. mál, notendaráð fatlaðs fólks, það er 22. fundur og fundargerðin er opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin er lögð fram. 11. mál á dagskrá er fundargerð 394. fundar stjórnar Strætó BS og fundargerðin er opin fyrir umræðu og bæjarfulltrúi Lovísa gjörðu svo vel. Til forseti, bæjarfulltrúar óska til leyfi fyrir að taka fundargerðina fyrir í heild sinni. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orð þessa fundargerð. Staðan þannig í rekstrinum er óbreytt. Það er ákveðin jákvæð teiknum og við allavega náðum hagnaði fyrstu 3 mánuði ársins. Það var árshlita uppgjör fyrir janúar til mars ársins í ár. En að sama skapi þá er eins og kemur fram annars staðar í fundargerðinni að þá er sala engu að síður tæplega 3% undir áætlun. Þannig að þetta er eins og áður hefur komið fram rekstur sem er í miklum darraðadansi og við þurfum að hafa augun á boltanum. Mér langaði síðan að nefna því að ég nefndi það á síðasta bæjarstjórnarfundi að varðandi rekstrarleyfi Strætó og þar stóðust sem betur fer öll orð og það var hægt að gera þær breytingar þannig að fyrirtækið er komið með fullt rekstrarleyfi enda í eigu sveitarstjórna sem bera ótakmarkaða ábyrgð á rekstri þess. Já, meira ætla ég svo sem ekki að fara yfir núna nema að það séu einhverjar spurningar. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð, stjórnar Strætó. Svo virðist ekki vera og fundargerðin er lögð fram. Þá er það 12. og síðasta dagskrármál þessa fundar. Það er fundargerð 24. fundar heilbrigðisnefndar og fundargerðin er opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum og starfsfólki fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 19. júní næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 18:08.